komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin formaður Leigjendasamtakanna Yngvi Ómar Sigrúnarson sem ætlar að ræða við mig aðgerðir, húsnæðisaðgerðir, ríkisstjórnar og borgarinnar sem kynntar voru í gær, meðal annars. Vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já, kannski bara byrjum á þessum pakka sem var tilkynntur þannig gær. Þetta eru 12 til 1400 nýjar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu, á landi ríkisins í höfuðborginni einhvern veginn. Og það virðist vera svona, mikil ánægja með þetta, fulltrúar ASÍ og svona fleiri samtaka hafa svona kæfst við að klappa þetta upp. En ég fór utan að vita hvað Leigjendasamtökunum finnst þetta. Við erum bara sjálfsög ánægð með að sé verið að byggja upp í þörfina af því að þetta svolítið svona, má segja skrítið ástand á fastamarkaði og þá segir, þegar ég tala um fastamarkað þá er ég að tala um leigjendur og eigendur að þetta einn markað fyrir mér, sko. Af því það alveg kannski 2000 íbúðir, nýjar íbúðir sem ekki að seljast. En það bara þeir eru allt og dýrar. Þannig að þetta að vera hagkvæmar íbúðir og líka inn í almenna byggingar félagi eða hvað sem það heitir og það hugnast okkur, sko, engi spurning. Þannig að þetta mjög gott skref, en í gær var náttúrulega bara verið fyrst og fremst að tilkynna svona samstarf Reykjavíkur og ríkisstjórnar. Þeir eru eftir að gera meira og svo höfum við verið að vinna mikið með Ragnari Þór. Ég vil bara byrja að segja því, ég búin að vera í stjórnleigjendasamtakanna í 6 ár. Ég hef hitt ráðherra, ég hef hitt einhverja nefndarformenn og spjallað við þetta lið, sko. Og það hefur alltaf verið skilningsleysi og ákveðin hroki sem hefur mætt okkur. Það bara engin spurning um það. Það eins og að sé að tala við lítil börn þegar þeir eru að tala við okkur, sko. Þú veist, við erum bara einhverjir út í horni, sko. En núna þegar við erum að tala með Ragnar Þór og nú ég ekki að reyna að selja, sko, hans flokk en bara hann sem mannesku, sko. Það það bara allt annað. Hann skilur þetta, hann vill taka á þessu og við hefum, fyrsta skipti síðan ég kom að þessu virkilega sjáum við fram á árangur. Þú veist, og það var bara gaman að segja frá því og það kannski partur að húsnæðispakka 1 og 2 eða eitthvað svoleiðis, sko. Við sem sagt, við fórum að hittum Ragnar Þór 10. mars, eitthvað svoleiðis. Fór bara með á blaði til hans, ákveðin rök og tölur og ræddum við hann. Við byrjuðum á því að sýna honum fram á að þetta sér íslenska fyrirbæri að vera með mánaðarlega hækkun á leigu í tengslu vísitölu væri bara skaðlegt fyrir alla. Af því að ef þú miðar við 5% verðbólgu á ársgrundvelli, þá þessi mánaðarlega vísitölu hækkun 1% af því, eða þess að 25% af verðbólgu, ársverðbólgu. Það bara ótrúlega hátt, þetta bara sjálfkrafa verðbólga. Og auk þess sem að því að, þú veist, almennt í Evrópu ekki algjörlega frjálskoðu settur á leigu. Það bara þannig, en það hérna á Íslandi, hefur verið lengi. Þannig að eins og í Danmörku, þá erum við með þetta kerfi að þú hækkar árlega í tengslu við vísitöluhækkanir. Það svona almenna hækkunin hjá þeim. En þeir geta notað, að því að gera þetta einu svona ári, þá geta notað þessi stjórntæki líka. Þannig að í kringum innrásina í Úkraínu, þá kom hann ákveðin kreppa og verðbólga fór upp í 10%, sko. Þá sögðu þau bara, nei, nú ætlum við ekki að leyfa þessari vísitöluhækkun að fara út í leigu þetta árið. Við höfum bara að leyfa okkur að hafa 4% í staðið fyrir 10%, skiljið. Það magnar upp. Þannig að þetta, að gera þetta árlega sem núna planið og það bara verið að gera lög, það gefur ekki bara, þú veist, svigrúm gagnvart verðbólgunni, þetta gefur stjórntæki fyrir stjórnvöld. Segja, nú verðbólgaskot, við getum ekki auki á það með því að hækka leigu líka. Sem bara mjög gott. Sko. Sem vel. Já, mjög gott. Já. Og svo sýndum við honum fram á þetta svona, ef þið skoði skýrslu HMS frá 2025 kallað leiguvísir eða eitthvað slíkt, sko, þá svona ákveðin saga í honum sem mér fannst mjög merkileg og ég náði held ég að sýna Ragnari fram á það og átti síðan fund með HMS í gær og erum að ræða þessi mál og það það sem ég kalla sko misnotkun á fastandamarkað á Íslandi. Það allan á markaðsbrestur, það gefið, en ég kalla það misnotkun því að við sjáum þetta sko í hruninu, fyrir hrun, þá verið að óta íbúðum á fólki. Það verið að byggja rosalega mikið og það koma 90% lán og allir að köpa sér íbúð, allir rosa ánægðir. Svo kemur hrun og fullt af fólki missir íbúðuna sína. Og þær eru síðan seldar út til fjárfesta fyrst og fremst og þá hefst svona leigu kapplöp. Og við sjáum þetta, nú veit ég hvort ég sjá hendina á mér, en við sjáum hérna sko
hérna er leiguverð 2010 og hérna er fastaverð. Það er bara mjög svona standard og svo byrja bara leiguverðið að rísa 2010 til 14, það er bara leiguverðið hérna en fastaverðið alltaf hérna. Svo byrja það að rísa líka af því að fólk er að keppast við að kaupa upp íbúðir til þess að fara að leigja út. Akkurat. Já. Við tölum leigufélögin í þessu samhengi, Gamma, er þarna stór partur af þessu eftirhrunsæði sem að greip sig. Það var í rauninni Gamma sem reynsaði upp allan fasteignamarkaðinn hérna eftir hrun. Síðan hafa orðið til hinn ýmsu leigufélög sem eru hagnaðardrifin. Og við sjáum það bara við sem erum á leigumarkaðu og fylgjumst með öðru fólki á leigumarkaði að þetta eru félög sem að hafa ekki hagsmuni leigjenda endilega leiðurlösi heldur hagnað eigenda sinna. Þetta er í raun og veru bara svívirðilegt, þessi leigufélög. Við gerðum nú grein daginn hérna við leigjendasamtökunum í stjórninni akkurat Ölmu sem að nú Gamma var sko fyrst eitthvað annað og svo breytist það í almenna leigufélagi og síðan breytist það í Ölmu eitthvað svoleiðis sko. Og við skoðum sko uppruna íbúðana og þeir áttu þeirra systkini frá Langasjó keiftu fyrirtæki í 2021 eða 2 þá áttu þeir 1100 íbúðir. Og cirka 600 af þeim kom beint frá fólki sem mistaði hruninu, skiljiði. Og þetta voru sko, stjórnvöld á þessu tíma bara stóðu sig ekki. Það voru bara segist þessu Þau sem sagt setja allar þessar íbúður og það var sérstaklega ábærið upp á Velli og Ásbrú, íbúðunum sem fengur frá varnarliðinu og allt þetta. Þá setja þetta í einhver svona pakkadíla og segja, heyrðu, við ætlum að selja ykkur 50 íbúðir en þeim megi ekki vera með ómikinn hagnað, bla bla bla. En enga hvað er á því meira en það? Því að síðan þetta bara selt og síðan selt áfram og þá allar hvaðarnir horfnar. Og við veitum dæmi sko 4 herbergi íbúðir í blokkum í hérna Ásbrú. Það sem að voru keiftar á einhverjar örfáar milljónir en allan það litlu verðið að leiguverðið borgaði íbúðin upp á 1,5 ári. Þú veist, það er náttúrulega bara alveg ótrúlegt sko. Og svo sjáum við að Alma skilaði sko 5,3 miljardum í hagnað í fyrra og greiddu sér út arð 5 miljarda. Þetta eru 5.000 milljónir sko. Þetta eru 5 systkini og ef þú skoðar þeir eiga eitthvað með 1.000 íbúður í dag og inn í þessum ársreikningi kannski einhver eignar sala líka og eitthvað svona en þeir eiga þessar 1.000 íbúður ef við deilum þessum 5 milljónir á þessar íbúður þá þetta ríflega 400.000 krónur á mánuði í hreinan hagnað þú veist og mér finnst svo mikil skömm að þessu til leift að verða svona þú veist hver ákveður það að það sé bara í lagi að kremja leigjendur bara fyrir svona því að sko Alma og nú get ég talað svo frjálst að því ég var að vinna hjá manni sem átti einn af systkinunum og var alltaf að halda mig til hlés sko, svo var ég ekki að gera það lengur þannig að nú get ég bara að tala frjálst sko að hérna sko Alma alræmt og bara sem dæmi þá núna í dag eru þeir með einhverjum bara hvað þú verður að taka trygginguna í okkur og reyna síðan að halda henni leiguskjól, ég hitti þá daginn sko þeir bara vilja ekki eiga, Alma vill ekki fá trygginga frá þeim að þeir vilja ekki alltaf greiða út úr leið, bara út af einhverju risp á vegg eða eitthvað svona smáatriði. Þannig að Alma bara, já, þetta bara með ólíkindum þetta skulle vera leyft, sko. Það Já, og ef við síðan skoðum aðeins það sem ég var að byrja að sjá, þetta með misnotkun á fasteignamarkaði aðeins betur, þá þetta sem sagt 2015-16 bara kaupverð búið að rísa rosalega mikið líka. Svo 2018 og það til greining inn á VF BHM, Bandalagi háskólamanna, frá 2023 í mars, þar sem að þeir fara yfir allt í 2018 byrja byggingaverktakar að tvöfalda hagnað sinn að nýbyggingum. Setja bara 2 krónur ofan á í staðinn fyrir 1. Þeir vilja koma og grípa inn í sko markaðin líka. Og fasteignaverð bara hækkar og það sem við sjáum frá 2010 til 2025 að fasteignaverð hækkar tvöfalt hraðar heldur en launavísitala. Og þá erum ekki að tala lægstu laun, bara miðgildi launa. Þú veist, aldamót, þá voru allar höfuðborgir Norðurlandana í Reykjavík meðtalinn með cirka 43-46% af lágmarkslaunum var það sem kostaði að leigja svona meðalíbúð í höfuðborginni. Það var svona bara standard. Í dag eru þessar tölur sambærilegar ennþá í hinum höfuðborgunum. Í dag eru við konið 70% í Reykjavík. Vá. Þetta er bara með ólíkindum. Það er ótrúlegt. Já. Og ef við síðan setja í meira samhengi við félagslegt húsnæði sem maður bara skamma sig fyrir, þá aldamótin, þá var þetta 11% cirka félagslegt húsnæði á landinu, heildar húsnæðiskostur sko, og það var fjöldi fólk sem hafði bara öruggt skjól.
síðan þetta bara rifið niður og fara að selja þetta í burtu, stofna sérstakt félag og vegur ríkisins að selja félagslegar eignir og verkamannabústaðakerfi lagt niður og svo stöndu allt í einu upp í 2016 og það bara næstu ekkert félagslegt húsnæði á landinu og þeir byrja að reisa þetta almenna íbúðakerfi og þar eru komna 1000 íbúður fyrir venjulegt fólk og einhverja öryrkja íbúðir og eitthvað svona sko, en við stöndum í cirka 3-4% félagslegu húsnæði á Íslandi og almennt í Evrópu, menna Svíþjóð 20%, London og Bretland 20%, Frakland 20% og þar eru bara kvaðir og sveitafélagir með byggja ekki nógu mikið að félagslu húsnæði, þá bara sektu við ykkur. Og öll þessi lönd, en ekki á Íslandi. Nei, af hverju ekki á Íslandi? Það að því að þeir eru alltaf að hlusta á einhverju svona litla gutta frá viðskiptaráði sem þykjast vita sko að það á að græða á leigjendur, það er bara frumskylda húsnæðis og það sem við sjáum núna að það ákveðin svona viðhorfsbreyting í þjóðfélaginu gagnvart þessari, ég kalla það misnotkun, þú veist, ég var mikið það að fólk myndi tala þetta fyrir síðustu alþingiskosningar að því að var alltaf að tala fátæk börn fyrir síðustu alþingiskosningar, en það talaði enginn af hverju þessi börn svona fátæk og fjölskylda þeirra. Það að því að þau sem sagt aldamót hefðu þau átt í raun og veru skjól í þessu 11% hlutfalla félagslegu húsnæði. Í dag hafa þau ekki og foreldrar þeirra á leigumarkað þess að við erum að borga allt upp í 70% af laununum sínum, raun og veru útborgum launum í hérna leigu og börnin þeirra, þau eru alltaf að flytja, þau ná ekki að festa niður rætur og þetta bara, fyrir bara venjulegan Íslendinga ættum að bara skamma sín sko. Ég meina það, þetta bara með ólíkindum. Og það núna loksins verið að reyna að vinna í þessu en þeir eru alltaf byggja fullt af þessu í almenna kerfi sem að veru mjög hrifnir af, þetta mjög gott, þetta bara gengur allt og hægt. Allt og hægt og það þarf að fá, við sjáum að Reykjavík er að útluta blóðum fyrir Bjarg og fyrir Brynju og þessi félög sko. En við sjáum eins og Kópavogur sem held ég næststærsta sveitarfélag landsins, þeir útluta bara ekki lóð í þetta. Nei. Af hverju það? Og fyrir ekki, nú tala ég ókslega mikið, ég veit það. Það er bara frýtt, til þess erum við hérna. Ok, ef við síðan skoðum lagabókstafinn á Íslandi, það er nefnilega líka mjög furðulegt fyrirbæri. Ísland skrifar undir mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, skrifar undir félagssáttmála Evrópu og búin að staðfesta hann fyrir nokkrum árum. Og síðan líka óbeint getið í stjórnarskrá Íslands að við eigum rétt á viðunandi húsnæði. Þetta allt saman svona skuldbindingar sem íslenska ríkið tekur á sig. Síðan úthlutar að þessum skuldbindingum til og setur ábyrgðin á sveitarfélögin. Með mjög óljósum lögum sem segja þið eigið að sjá að skaffa húsnæði fyrir fólk sem það þess, en ef þið gerir það ekki þá allt í lagi. Það engin viðurlög. Það engin viðurlög. Já, sem þetta bara svona dauður lagabókstafur. Sem akkurat eins og Kópavogur þarna. Þeir þurfi ekkert að skaffa húsnæði fyrir til dæmis Bjarg þótt að það séu kannski 500 Kópavogsbúar á biðlista hjá Bjarg í sveitarfélaginu. Við höfum séð þetta svona í kerfinu í kringum og í sveitafélagunum það sem, hér í kringum Reykjavík fólk sem er með fjölþættan vanda fólk sem ég þarf á félagslegu húsnæði að halda en lendir einhvern veginn á götunni í Reykjavík einfalda vegna þess að sveitafélagin þeirra heimabæir neita að takast á við þeirra vanda af því að það er eins og segir engin viðurlög. Já. En ég meina hvernig getum við breytt þessu til dæmis? Við þurfum náttúrulega að breyta þessu lögum og ég get svona bara sagt að eigin reynslu sko þegar ég fór út á alþjóðaþing leigjenda 2023 og ég var að segja frá íslenska húsnæðiskerfinu af því að það var nefnilega svo merkilegt að það var þarna ræðumaður frá Írlandi og Írar eru með undan þá að þeir eru partur ESB en þeir eru með undan þeirra frá félagssáttmálunum þessum harða gagnvart Evrópubandalagslöndunum sjálfum af því að húsnæðismarkaðurinn þeirra er í rugli og það kom hann að ræðumaður, prófessor sem er búin að skrifa nokkar bækur og hann var að tala húsnæðismarkaðinn og þarna var fjöldi fólks frá okkur 150-60 löndum og voru að hlusta á hann tala íska húsnæðismarkaðinn og hann var að lýsa þessu og alla tölur sem hann nefndi, þú veist, leiguverð hafi hækkað á 10 árum 70-80% á þeim, hjá okkur var það 150%. Fastnaverð hafi hækkað að Mexi, okkur var það tísasinnum það. Og maður hlusta á hann og svo kláraði hann og fólk bara stóðu upp og sagði hvernig þetta hægt í Evrópu í dag og allt sko, en á Íslandi var þetta allt miklu verra. Og þegar ég sagði formanni alþjóðlega leigjendasamtakanna sem er þingmaður í Danmörku frá þessu og var að ræða íslenska markaðinn,
þá sögðu bara að koma til Íslands og halda alþjóðlegan fréttamannafund. Hvernig þeir fela ástandið, gagnvart umhennum, að hérna sé allt svo perfekt, en koma svona fram við fólkið sitt. Það var síðan ekkert úr því samt, sko. Það oft segir maður eitthvað og gerir það ekki, sko. En allavega þá var svona viðbröð þessi, skilurðu. Og líka bara, eins og félagslegt húsnæði á Íslandi, það svolítið miðað við markaðsverð. Þú getur leigt, sko, bara eins og vinur minn, hann býr við göngugötuna í Frankfurt, sko, í Frankfurt Höst, og hann leigir það 4 herbergja íbúð, 120 fermetrar eða eitthvað, á sama verðið og kostar að leiga 2 herbergja blokkar íbúð Breiðholti frá félagsbústöðum. Og hann bara frjálsur markaði, skilurðu. Og það akkurat önnur saga sem að situr í mig. Þegar ég var hann út á þessu leiðendaþingi, þá fórum við með borgarstjórunum og einhverju starfsmönnum Lissabonborgar í svona útsýnisferð og skoða nýtt félagslegt hverfi sem voru að byggja upp. Þá voru við að rífa niður eldri byggingar og reisa svona 5 hæða blokkir, mjög svona lekkert og konan labba með okkur upp á aðra hæð og sýnir okkur íbúð, svona 4 herbergja íbúð og rosa flott og fínt og spyr hvað haldið þetta sé leikt út á og við allar gisk á tölu, vorum 7-8 kannski og hún segi 250 eurur og við alveg, já, ok, það ljómar sanngjarnt og allt það félagslegt en svo labbar hún yfir gangin í íbúð sem nákvæmlega eins og segir okkur fyrst, þarna býr kona, hún nýbúin að missa mannin sin, hún ein með 3 börn og hvað haldið þið að við leigjum henni þessi íbúð á og allir alveg 250 eurur og þá horfði hún á mig og brosti okkur og sagði nei, 50 eurur það miðast bara við hvað hún getur borgað það eina sem skiptir máli og maður bara fann alveg, vá þú veist, þetta hægt já, þetta hægt já. Þú veist, þetta á að miðast við svona og hérna á Íslandi þetta mjög skrítið, við bæði miðum sko, við einhvers konar markasveð og það í raun og veru rámt, þetta á miðast í greiðslugetu og líka því að sko greiðslugetan þetta kemur svona inn á þessar húsal að því að ef við höldum séðan áfram, ég aðeins bara að missa kannski þráðin hérna, að næsta aðgerð sem við ætlum að gera með Ragnari Þór endurskoða húsnæðisbótakerfið. Já. Að því það bara ekki að virka. Nei, það fer í vasana og leigusölunum. Algjörlega og við hérna á Leigjendasamtökunum lendum alveg upp á kant við verkalýðshreyfinguna eftir síðustu samninga. Því við sögum bara að því eina sem gert það fyrir leigjendur var að hækka húsnæðisbætur. Og við sögum bara að þetta fer beint út í leiguverð. Og það gerði það, alveg klárlega. HMS birti skýrslu árið seinna og sagði að hún hefði aldrei séð mikla hækkun á 20 tíma og það verið frekar ljóst að þessar bætur hefur bara farið beint í leiguverð. Ég meina þú getur valið, þú getur hakað við hvort þú að bætunum þeina renni beint í vasa leigusalans eða þú fáir það reyna þinn eiginreikning. Þetta bara þetta sem blasir við. Já, nákvæmlega. Og við líka höfum séð sko þessa forsvarsmenn leigufélaga að standa upp á svona fundum og í starfshópum og segja nú sko eignasafnið okkar búið að hækka svo mikið að við þurfum að hækka leiguna, þið þurfum að hækka bæturnar. Þú veist, þetta bara þeirra peningur og við erum að sjá það að fyrir síðasta ára voru þetta 11,2 milljarðar í venjulegar húsaleigubætur og við erum ekki að tala þá um sérstakar húsaleigubætur. Það einhverju milljarðar í viðbót. Heldur bara þessar fyrir venjulegt fólk að leiga venjulegar íbúðir. Þetta fer bara beint í vasa leigjenda og að valda, leigusala minna og að valda því að húsnæðisverð hækkar. Að því að við sjáum alveg, þú veist að eins og ég sagði áðan, þá þetta byrjar bæði fyrst leiguverð að hækka, svo húsnæðisverð og nú þetta bæði komið algjöran topp. Og ef þú ferð inn á Facebook-kópa fyrir 2 árum og alveg aftur og baki 8 ár, svona fjármálatips og svona og þá var fólk að spyrja hvernig besta ávaxta peningi minn. Það var alltaf kaup íbúð og leiðan út, kaup íbúð og leiðan út. Og það var það sem allir gerðu. Það voru allir ömmur að keyptu sér íbúð og leiða út, sko. Og það bara allir því að það var mikil samkeppni íbúðir sem allir því að það hækkaði húsnæðisverðið. Og síðan að því að það eru húsaleigubætur fyrir fólk, þá hægt að leigja út á dýrara verði. Þannig að við erum með tillögur sem við viljum beita okkur fyrir og verður skoðuð, við getum allavega að vita það núna, sem snýstum að snúa þessu kerfi við. Þá viljum við sem sagt setja, ef ég bara spyr þig, veist, hvað finnst þér eðlilegt ef ég byggi hérna hús og leigir íbúð, hvað finnst þér eðlilegt að þú borgir upp kostnaði við að byggja hús á mörgum árum? Ég get ekki svarað því. Ok, fyrst, við leggjum til 20 ár, þannig að þú borgir 5% af byggingakostnaðum eða brunabótamati og ári í leigu. Það það sem við leggjum til okkar kerfi og það sem bara sett kostnaði, tengingu og leigu. Að því að leiga eina varan á markaði sem tengist aldrei kostnaði. Þetta bara hversu mikið getið kreist út í leigandan. Það eina sem skiptir máli. Þannig að ef við setjum þetta þannig að þessi 5% af þessar brunabótamati ári, það sé bara viðmun að verða leigu, þá myndi leiga lækka 40-50%.
sem sýnir hvers hún er Það ótrúlegt. Já, Einmitt. þú veist að við tókum dæmi þetta og það er með ólíkindum hvað þetta er mikið, búið að leggja mikið á og ef við síðan setjum það sem svona standart þá þurfi ekkert allir húsaleigubætur lengur og húsaleigubætur verða bara sértæk úrræði fyrir tekjulægsta hópinn, búumál. Í staðinn, og meðan vextastig er hátt, það var til dæmis 10% vexti fyrir ekki svo lengur síðan og eru háir núna, þá getum við snúið kerfinu við, þannig að ef þú átt íbúð, ert að kaupa hana, veist að því það er mjög algengt á Íslandi að þú kaupir íbúð með kannski ungu maður, fær styrkja mömmu og pappa, býr hjá þeim og leigir hann út. Það er bara algengt og það er alveg hægt að skilja það. Ferð út í nám eða eitthvað svona, ég meina, þú veist, eins og leigusalinn minn, hún er einhvers þar bílugstæri og er í námi, allt í lagi, þú veist, er í íbúðinu hennar og meðan, en hún er rosalega dýr. Já, en við þurfum akkurat, hún er dýr af því að lánin eru dýr og þá þurfum við akkurat að tækla það og við gerum það með þess nú að bóta kerfinu við. Þannig að ef að þú ert með dýrlán og það er hái vextir, þá sækir þú vaxtabætur og þá ertu með viðmunaverðið og það er borgað upp í lániðin og þá tapar við að því að markmiðið með þessu kerfi sem við erum búin að hanna er að enginn tap á því að leiga út íbúð. En það sé bara hóflegu ávöxtun. Og þetta myndi umbylta hérna bæði fasteignaverði og leiguverði á Íslandi, ekki spurning og við viljum bara berjast við þessu að því að það er svo merkilegt með, og nú er ég að tala á hann hérna mismunandi að tala við ráðherra og ráðamenn fyrrum húsnæðismálaráðherra frá Framsókn, hann ætlaði að bæta hag leigjenda fyrir nokkrum árum og setti hérna svona kallað á hérna markaðsverð leigu. Já. Ok. En nema hvað, hann tekur þetta einhvern veginn upp úr dönsku lögum en gera það bara vitlaust, þannig að það bara veldur skada. Í danska kerfinu virkar þetta þannig að ef þú ert með íbúður eldri en 1991 þá er það kostnaðartengt, bara eins og við erum að leggja til með okkar kerfi. Ef það eru nýrri en 91 og koma á fastamarkaðin eða leigumarkaðin, þá er viðmunaverðið eða markaðslega sett á og þá miðast það við verð á íbúðum í kring. Síðan er það bara fast. Hækka bara í samræmi með vísitölu og það sem gerir þetta að svona ákveðin neglu og svona það virki er að þar eru langtímasamningar normið, skammtímasamningar eru mjög erfitt að fá. Það þarf að sýna fram á þess að þetta fara í nám eða eitthvað slíkt. Þannig að ef þú setur einu sinni markaðslegu verð og síðan hækkar leigan bara í samræmi við vísitölu, þá ertu raun og veru komið leigubremsu. Skilur, og það er það sem að virkar. Hérna á Íslandi tökum við þetta hugtak markaðslegu, setjum það á og leigufélögin og einstaklingar taka árlega nýtt markaðsverð sem miðast við fasteignaverðið. Akkurat. Sem þýðir það bara rís og rís og rís. Hér er talað langtímalegu sem 1 ár. Ég veit það og það gefur alltaf að færi á að miða ekki við markaðslegu kringumsöldum, markaðsverð á fasteigninni sjálfar eins og við séum að kaupa þeim eigu þeirra sem við erum ekki að gera. Veist? Þannig að þessi framkvæmd að setja eitthvað svona hugtak sem er mjög óljóst inn, markaðsverðlegu, bara gerði illt verra. Og þess vegna við sáum þetta og það er alveg ástæða fyrir að við erum að ná okkur árangri. Við sáum þetta í verðbólgumælingurinn þar síðast, ekki núna. Ég veit ekki alveg hvernig hún bara kom bara í morgun. Hún kom bara í morgun og er bara lítur nokkuð vel út. Já, en þar á undan þá var, og enginn talaði það, þá var 30% af þeirri verðbólgumælingu húsnæði. En það var ekki fasteignaverðið því það er ekki að hækka lengur, það er komið í topp. Það var bara leiguverðshækkanir sem var 30% af síðustu hækkun. Og það sýnir okkur og það var einhverjum mikið heillaskref að leiguverð sé komið inn í vísitöluna fyrir mér. Það eru sumir sem eru á móti, fyrir mér er þetta heillaskref. Af því þá hefur þetta áhrif á heildina. Af því að leigjendur hafa verið svolítið svona utan við þetta allt saman en áttum okkur á því að aldamót var kannski 7-8% landsmann í leiguhúsnæði, í dag eru við hátt í 30%. Og allan tíman hefur ríkt hérna séreignarstefna. Það er eitthvað sem ekki alveg tengir þarna Þannig að þetta er svo stór hópur að hann þarf að fá athygli og hann er kannski að fá hana núna. Já, en það er talað þetta eru 12-1600 íbúðir hérna á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík í rauninni. Þetta er, og það er líka talað í þessum sömu aðgerðum að 20-30% af byggingarmagninu verði svona hagkvæmar íbúðir, þetta verði leiguíbúðir og þá er litið til Bjargs sérstaklega, en þar eru 4.000 manns á biðlista. Já, og gengur hægt hjá þeim að byggja. Akkurat, og þá sér maður fyrir sér einmitt að ég meina 1200 íbúðir eru bara dropi í hafið
hafið ef að 30% og 1200 íbúðum fer í að einhvern veginn svona reyna að ná niður 4000 manna biðlistanum, það bara... Ef við værum á meginlandi Evrópu, þá hefur allar þessar íbúðu farið í þetta kerfi. Já. Hver einasta, skilur við. En við erum bara ekki þar. Við erum svona bland á milli Ameríku og Evrópu og einhver svona smá kapitalist í einhver sem meikar ekki alveg sens oft, sko. En ég held að þetta sé bara, þetta er gott skref og við verðum bara að fagna þegar eitthvað er gert, af því það hefur svo lengi ekkert verið gert. Markaðurinn hefur bara látið sjá þetta og hann hefur gjörsamlega brauðist okkur, algjörlega. Og þá er ég bara að tala um okkur öllum, ekki bara leigjendum, heldur það fasteignaverð, menn það er til dæmis sko, ef þú skoðar fólk yngri en 30 á Íslandi samanborið Norðurlöndin, þá eru tvöfalt fleiri af þessum aðilum heima hjá mamma og pappa ennþá. Þú veist, ekki einu sinni komst út á leigumarkað. Akkurat. Og þetta eru bara slæma tölur fyrir þjóðfélagið okkar. Ég meina, ég var bara núna nýverið að strákurinn minn var flytja frá mér. Þú veist, hann er 25 ára. Er að leiga með vinni sínum, bara heppinn að komast í það. En þetta, ég meina, þegar ég var ungur, ég bara fór á leigumarka 18, 19, keypti mér íbúð 29 ára, það var ekkert mál, sko. Og allt það, þannig að þetta er bara búið að breytast svo svakalega til þess verra. En það eru nokkrar aðrar aðgerðir sem við ætlum að gera, þannig ég fara aðeins yfir þá fram. Við viljum líka breyta fyrirkomulagi tryggingar á leigu. Af því að ef þú skoðar hjá kærunefnd húsamála, þá er mikill meirihluti mála út af því að þú ert ekki að fá tryggingunni tilbaka. Og þú ert kannski búin að ákveða og búin að finna aðra íbúð og ert að flytja og tryggingin er först og þú ert að fara að borga 1 milljón í einhver tryggingu og þú átt hann ekki. Þannig að þetta þarf að leysa. Þannig að það sem við erum að leggja til er að tryggingar hætti að vera hjá leigusalanum. Já. Þetta er bara einhverju gaurar út í bæ sem eru bara að gefa peningin og vilja halda honum. Það er bara þannig oft. Þannig að við viljum að opinber aðili, helst bara HMS, og við erum búin að leggja það til og það er verið að skoða það innan ráðuneytisins, taki bara peningin og geymi þá. Og svo eru bara mjög skýra reglur um útgreiðslu. Jafnvel inn í því er hugmynd sem að mér finnst mjög sniðug að aðskilja sko tryggingu fyrir leigugreiðslum, sem er þá bara 2 mánuðir. Og síðan setja, að því ég veit að eins og MyIgló eru með 400 leigusali í svona kerfi þar sem að þeir bjóða þeim aðskilda tryggingu fyrir 6.000 krónur á mánuði sem að tryggir allt tjón. Þá er það bara aðskilið og ef það er frádráttar bara frá skatti þá myndi ekki fara út í leigugreiðsluna líka. Þannig að ef við aðskiljum þetta tvennt, þá ertu bara með, þú veist, tryggingu fyrir greiðslu og þá sérðu bara strax og flytur út, er hann búin að greiða? Þetta er ekkert no ifs and buts, sko. Það er bara alveg á hreinu. Og þá bara getur fólk flutt og fengi tryggingunni sína með sér. Það viljum leysa þetta. Þetta er bara bráðnauðsynlegt, sko. Og síðan erum við sem sagt að fara, eins og ég sagði á hann, að vinna með HMS að því að við viljum fá að vita hver stjórnar verðlagningu á Íslandi á húsnæði. Akkur er það búið að leyfa að hækka svona mikið? Það hlýtur að liggja eitthvað bak við þetta. Og líka bara á leiguhúsnæði. Nú var ég að ræða þetta við hagfræðing sem að starfar hjá opinbera sem greiningaraðili, ég vil nú ekki segja hver, en hann sagði að það væri sko engin með markaðsráðandi stöð á Íslandi á leigumarkaði. Það væri engin einhver 30% eins og Hagar og eitthvað. Og þá spurði ég hann bara býtu, en ef að Hagar væri bara eina matvöruverslun og væri með lítið af mat til sölu, myndi það hafa áhrif? Af því að hérna er þetta að tala um vöru sem er skortur á og búið að vera skortur á í 15 ár. Það skekki markaðin. Ekki það að þú hafi endilega stóra markastöðul til þess að setja eitthvað svona verðmiðmið. Það skekki bara markaðin þýleitunum til að þegar það eru 100 mann sem sækjum íbúðinni hjá þér að fá að leigja hana, þá ræður þú bara verðinu. Og fólk býður bara og býður og vil bara hærra og hærra verð til þess að fá íbúðina. En það er þetta sem kannski er svo lítið ruglingslegt svona fyrir almenning. Það er annars vegar þetta að tala um mikið skort á íbúðum og svo hins vegar talið um mikið offramboð á íbúðum, verktakar sitja á heilu blokkonum, þær seljist ekki, þarna er augljóslega eitthvað misræmi, þær talað um einhverjar 1000 íbúða sem standi auðar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hvers vegna erum við ekki að nýta þetta þessar íbúð, eða þú veist, þetta er einhvern veginn, hér fyrir ekki saman hljóð og mynd. Ég er nú búin að leggja til að Ragnar og fleiri þarna, við bara gerum sama og gert hér í Danmörku, það er bara íbúði sem eru tómar til lengri tíma eru bara teknar og settar á leigumarkað og eigandi fær leigu tekjurnar. Það er bara gert þar. En ástæðan er bara frekar ljós, sko. Hún er þessi að, eins og ég sagði, 2018 byrja byggingaverktakar að leggja tvöfalt ofan á íbúðuna sínar. Í dag standa vel. Þeir eru bara vel stöndu fyrirtæki og meira sér fjármálaráðherra að tala um það í einhverju viðtali fyrir 1-2 mánuðum að það þyrfti ekki að ágjöra byggingaverktökum eða fjármögnunaraðilum á byggingamarkaði. Þeir hefðu það ágætt og væru stöndu fyrirtæki. Ok, en þeir eru þá með núna kannski 2000 íbúðir sem ekki að selja.
þeir eru ekki tilbúin að lækka þær. Nei. Það myndi gera svona venjulegum markaði það ekki. Þú veist með vöru, hún er ekki selina því hún er orðin svo fáránlega dýr. Fyrir útsölu. Já, akkurat, það er gert, það er lækkað. Hérna komaður með svona trikk, við ætlum að lána hluta og þú fara að leigja hluta í íbúðinni. Eitthvað svona í staðinn fyrir bara að því að sko, það er svo erfitt að segja markaðurinn virki á Íslandi í mörgum hlutum og sérstaklega í svona húsbyggingum og fastamarkaði. Af því að hann bara virkar ekki. Það er bara frekar þannig. Það er ekki eðlileg samkeppni. Það er ekki þetta er allt svona rotta saman, fjármögnunin, bankarnir, uppbyggingaraðarnir, þetta er bara lítill hópur af fólki sem allt þekki hvort annað og þetta viljum við fá að rannsaka og erum búin að fá vilyrði fyrir samstarfi að ofan með HMS skoða þetta, bara greina þetta og þeir eru bara óháð, HMS er ekki pólitísk stofnun, þetta er bara stofnun, þú veist, og þeir bara greina tölurnar fyrir okkur, þá getur bara lagt það fram og sýnt fram á. Af hverju er þetta svona? Af því það er aldrei sjálfbært fyrir þjóðfélag. Nú gerði ég svona frekar góða skýrslu fasta markaði núna í byrjun þessa árs og þá fór ég yfir þróun launavísitölu og fastaveðs í Evrópu samanborið við hérna. Og það er bara helst alveg í hendur í Evrópu. Þróun bara á 15 ára tímabili. Þá ertu með þróun á launum og þróun á fasteignakaupum eða fasteignaverði, það er bara alveg samhliða. Og Íslandi sérðu bara að launavísitalan heldur ekki í helming og hún er hálfdrættingur á við fasteignaverð. Og hvernig getur það gengið upp? Og svo sitja núna á einhverjum þúsundum íbúðar og selja þær ekki. Þetta er mólingin, sko. Þetta á ekki að viðgangast. Þetta bara virkar eins og mafíustarsvimi. Já. Þetta er svolítið þannig. Og svo við tökum þetta einu skrif lengra. Hvar er þessar íbúðir? Það eru á borgarlandi. Borgin á landið. Land er takmörku auðlind. Hvernig mega er sitja á borgarlandi af því þið fá ekki nógu mikið gróða fyrir íbúðina sem er búin að byggja allt á dýrar? Mér finnst þér ekkert mega það. Nei. Mér finnst þetta bara að segja, við eigum þetta land, þið eru ekki að nýta það, við ætlum bara að setja íbúðinni í leigu, gjörðu svo vel. Það myndi alvöru stjórnmálafólk gera, bara ekki flóknara svo. Já, það væri borgarstjórnarflokkurinn sem að fengi mitt atkvæði allavega, sem að ég myndi allavega sekta hérna tómar íbúðir. Íbúðir sem væri búin að standa tómar kannski í ykkur ár, bara smetla það sektum eða bara taka þær og setja þær á leigumarkaði. Þetta ætti ekki að vera flókið. Nákvæmlega og smá spoiler alert, við erum með paddborð á Annmæ. Já. Niður í Grósku með frambjóðendum og við ætlum að streyma þau á Vísir og svona og ein spurningi verður tvær spurningar sem verða akkurat þetta að núna samkant alþjóðasáttmálum og stjórnarskrá á að ríki búið undirgangast með húsnæðisöryggi fólk búið framsýla það til borgarinnar, finnst ykkur þið að hafa tól til þess að sinna þeirri ábyrgð af því að sem dæmi þá geta borgaryfirvöld í Barcelona sett á leiguþak borgaryfirvöld í Madrid kjósa að gera það ekki þrátt fyrir skort. Það er akkurat greinu það í Guardian núna daginn hvernig munurinn er þarna á milli. Það gengur miklu betur hjá í Barcelona að uppfylla þarfir borgarana af því þeir settu leiguþak á. En nú hef ég verið með sveitarstjórnarfulltrúana eða framboðsfulltrúana hérna í viðtölum í síðustu vikur og þau ber all saman þetta. Það sé bara hreinlega ekki heimild á sveitarstjórnarstiginu til þess að koma á leiguþaki þó þau gjarnan vildu segja mörg. Þannig að það er svona áhugavert. Ertu ekki sammála þessu? Ég er ekki sammála þessu. Nei. Og ég líka hef sagt við allavega 2 framboð að ef að ég væri að fara í framboðu sem ég hef engan áhuga að gera, þá myndi ég segja, heyrðu, við ætlum bara að setja leiguþak á. Það segir í lögum við eigum uppfylla þessar skyldur okkar. Við getum það ekki því höfum ekki tækið. Þannig að við setjum bara leiguþak á, síðan látum við bara reyna það fyrir dómstólum með tilvísanir í þessi lög og í stjórnarskrána, í þessi alþjóðasáttmála versus því að þú ert með íbúðir á borgarlandi og ert á okra. Það er bara, ég myndi bara láta að reyna á það, búið mál. Og þú ert að vinna fyrir fólkið, Akkurat. Þú ert ekki að vinna fyrir einhverja fjárfesta sem er búið að vera það sem er búið að gerast núna frá hruni, það er bara búið að vinna fyrir fjárfesta. Alfarið. Og það þarf bara núna að fara að snúa við og fara að hugsa fólk. Og þú segir að þessi húsnæðispakki sé svona, kannski hænuskref í rétt átt. Það er gott skref og það er bara fleiri skref hvernig við erum að vinna með ráðherra og skilningurinn og líka bara innan ráðuneytisins samstarfi HMS endurskoða þessa hluti sem við erum búin að vera að tala þetta er bara allt annað leikur einhvern veginn fyrir okkur núna og
Og við getum bara fyrst og fremst takkað nýri stjórn það. Það er ekkert að því að við séum eitthvað endilega að gera rosalega góða hluti. Við erum enda náðum að sína fram á ákveðna hluti, bara með tölur og blaði. En það er bara fyrst og fremst viðhorfið sem við mætum og þá eftir að gera fullt og það verður gert, ég hef trú á því. Af því að við erum bara allavega þá væri búið að plata mig svakalega ef það ekki gert sko. þá get ég ekkert gert í því svo sem skilurðu. Yngvi Ómar Sigurjónsson, formaður Leigjendasamtakanna, takk hérlega fyrir að koma hérna og ræða þessi mál við mig. Við ætlum að halda áfram að tala um fasteignir og fasteignamarkaðinn en Björn Þorláksson kemur hér eftir stuttar auglýsingar með fasteignasala og þeir ætla að fara aðeins yfir málin frekar. Takk. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.